Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í þáttinn til mín. Já. Eins og alltaf þá býð ég fólk að smetla á like og Mhm. jafnvel á subscribe líka og deila þættin með þær ánægt með hann eða skrifa komment undir þáttin. En gestur mín í dag er hún Ásta Óla. Velkomin Ásta og takk fyrir að taka þér tíma til að koma í þáttinn til mín. Já, þakka þér fyrir. Það er bara gaman að hitta þig og spjalla svolítið um stjörnuspekina. Já, en þú ert vetískur stjörnuspekingur, þú ert ekki með þessa vestrænu stjörnuspeking. Hvað kom til Nei, að þú fórst að læra hana? já, já, það var nú bara þannig að ég fór á fund hjá honum Stjörnugulla hérna, og það er haustið 89. Og þegar ég mæti á hana fund að það var alveg fullt hús að þá var svona gestabók og við áttum að skrifa nafnið okkar og táknið fyrir stjörnumerkið okkar fyrir framann og ég gekk þetta mann fram að manni að beðið þau að sína mér þetta og ég vissi ekkert í stjörnuspeki og það var systir mín sem hafði dregið mig á hana fund og Gulli er að segja frá því að það sé von á stjörnuspeking frá Bandaríkjunum, James Braha, og hann muni koma þarna einhver tíman og kynna sem sagt stjörnuspeki sem að komi frá Indlandi. Já, Og í stuttu máli að þá fórum við svo seinna á þann fund og James Braha var að kynna aðalega bók sem hann hafði skrifað svona fyrir byrjendur í vedísku stjörnuspekinni, vegna þess að þó að Indverjar hafi gefið út fullt af bókum, þýðingar upp úr vetarritunum, að þá ég á dálítið að bókum frá þeim að þá voru þær nú það ekki auðlesnar því nei, að þeir voru ekkert að þýða sko stjörnumerkin, þeir notuðu bara orðin eins og þau komið fyrir á sanskrit og gerði ráð fyrir allir vissu það að hérna lagna, það væri rísandi og Súrja væri sólin nú ert og að, Chandra væri tunglið og eitthvað í þessum dúr og að lesa þetta fyrst að maður botna ekki upp eða niður í þessu. nei, Þannig að bókin hans James Braha var algjör opinberun fyrir þá sem vildi kynna sér þessara stjörnuspeki og hann hélt helgarnámskeið í janúar 1990 og ég fór á þetta helgarnámskeið og ætlaði nú að gera bara eiginlega fyrir systur mína og vera henni svona einan handara að sko þýða fyrir hana. já, En það fór nú þannig að ég eiginlega bara sussaði á hana og sagði henni að ég myndi bara segja þetta þegar þau væri konar heim. já, Því að þá var ég bara hreinlega heltekin af þessum fræðum já, og ég bara gat ekki hægt og hef ekki getað enn eftir 36 ár. það er náttúrulega dásamlegt. Þetta er ótrúlega skemmtileg saga út af því að það er alltaf eitthvað svona sem grípur mann, Já, sem gerir það og svo náttúrulega þú kemur fyrst á fyrirlesturum vestræna, já, stjörnuspeki og svo á fyrirlesturum já, vediska eða indverska og svo allt í næstu bara sokkin inn í hana. já. En hver er stærsti munurinn? Ég man til því sko samkvæmt vestrænni stjörnuspeki þá er tunglið mitt í Nauti en þegar að það hefur verið gert fyrir mig vetiskort, meðal annars þegar þú hefur gert fyrir mig kort, að Já. þá er tunglið mitt í Hrút. Já, munurinn er sá að vedíska stjörnuspekin er það sem kallaði sædral stjörnuspeki og sædral þýðir í raun að veru bara í beinni þýðingu stjörnufræðileg stjörnuspeki. Já, Útreikningur á plánetunum er bara nákvæmlega eins og stjörnufræðingar sjá staðsetningu plánetna með sínu stjörnukíkjum já, á meðan að vestræn stjörnuspeki er það sem kallaði trópikal og tekur mið á árstíðunum já, og skiptir í raun að vera kortinu upp sko í 4 hluta eftir árstíðunum. Þannig að ef að þeir eiga til dæmis ættu, já bara við getum sagt mörg 100 ára gamlar bækur í vestrænni stjörnuspeki að þá myndi það kannski ekki alveg passa nógu vel í dag.
einhver tíma fyrir sirka 700 árum að þá var kannski stjörnuspeki Austurlanda berast til Vesturlanda og þá hefur þetta verið nokkuð svona, hvað ég að segja, samhliða en vegna snúningsjarðar að þá breyting og við erum að reyna að rétta það af því að jörðin sko, hún tekur ekki nákvæmlega 24 tíma að fara eitt hring, heldur 23 klukkustundir og 56 mínútur, einhverja sekundur. Að þá erum við að reyna að rétta þetta af og við gerum það 4. hvert ár með því að bæta inn einum degi í dagatali hjá okkur. En það dugar samt ekki. Og á hverjum 70 árum þá munar 1 gráðu á útreikningi á indversku korti eða vedísku versus þessi vestræna. Svoleiðis að börn sem fæðist í dag og það gert fyrir það vestrænt kort, þá þarf að færa allar plánetur og rísandan aftur á bak 24 gráður. Bara strax svo þau fæðast, eða? Já, ef að þú ert með nýfætt barn í dag og þú setur upp vestrænt kort fyrir það og ætlar að breyta því í vedískt kort, þá þarf að færa allt aftur á bak 24 gráður. Það var sko rúma 23 gráður þegar ég fæðist. Ég skil. Já, og bara þetta svolítið mikið af því hver stjörnumerki bara 30 gráður. Já, þetta heilt merki næstu því. Já, það það. Þannig það gerir breytingar. En hérna, hvað lestu út og til dæmis nú búið að vera að tala mjög mikið að hérna, hvað kallaði það, eitthvað tímabil var að ljúka, Kali Júga tímabili hafi verið að ljúka. Já, það nú svona skipta skoðanir það að það tímabil sé sko endanlega runnið sitt skeið á enda, en við erum sjálfsagt inni í lokakaflanum af Kali Júga, því að Kali Júga náttúrulega bara erfitt reynslu tímabil fyrir heiminn og endar náttúrulega með einhverjum ósköpum áður en að betri tíð tekur við. Já, það nú dálítið mikil ósköp í heiminum núna. Já, það það reyndar. Og sko miðað við kortið af Íslandi að þá ekki þingi að koma saman núna 14. Ég held það. Já. En sko að þá náttúrulega sko aðal áherslu málin húsnæðismál. Það allt sem að tengi sko fasteignum og þar með líka sko farartæki, þannig að þá eftir að spila inn í þetta bæði í sambandi við samgöngur, vegagerð eða gangnagerð og kílómetragjaldið og allt þetta sko, þetta verða stóru málin hjá þeim að jagast í þinginu og síðan í framhaldinu að þá þurfa þau nú eitthvað að fara að snúa sér öðrum hlutum því það verður eitthvað uppnám á verðbréfamörkuðum. En ég sé svona, það eins og leynd orka í iðrum jarðar kringu 28. janúar. Já. Ég veit nú ekki alveg hvort það byrjar að gjósa, það geti vel verið á þessum tíma, eða hvort þetta bara einhver undirliggjandi orka sem að þarf að fá útrás á einhvern annan hátt. En það sem að mér hefur alltaf þótt athyglisverðast að skoða, að það ketu. Það nefnilega þannig í þessari vedísku stjörnuspeki þá sko Úranus, Neptúnus og Plútó. Þær eingöngu notaðar þegar verið að skoða fyrir land og þjóðir. Já. En þeir skoða alltaf Rahu og Ketu sem að svona skuggaplánetur og ég nú búin að fylgja svolítið vel með þeim. Það tekur Rahu og Ketu 18 ár að ferðast einn hringum í dýrahringnum. Já. Og fyrir 18 árum síðan, þegar að Ketu fór inn í ljónsmerkið, þar sem Ketu núna, aftur,
fyrir 18 árum síðan að þá náttúrulega var heilmikið að vera. Það var ég byrja kannski á því að segja að ljónsmerkið táknmynd fyrir ráðamenn. Þetta fyrir embættismennina. Já. Þetta fyrir öll ríkisrekin batteri, hvað sem það eru skólar eða sjúkrahús eða önnur mannvirki rekin af ríkinu. Einmitt. Og fyrir 18 árum síðan að þá náttúrulega leið og Ketu fór þarna inn að þá byrjaði havaríið og allt það. Því að Ketu er frægur fyrir það að grafa upp leyndamálin. Já. Og þá slengdi hann upp á yfirborðið öllu mögulegu í sambandi við Breiðuvík og Byrgið og Silungapoll og öll þessi heimili. Einmitt. Og núna Ketu aftur í ljónsmerkinu og ætlar að vera fram í desember á þessu ári. Og hann náttúrulega bara í því að grafa upp leyndarmál fyrir tíma sem að tengist ríkisstjórnum heimsins. Já. Það ekki bara hjá okkur. Nei, það líka út allan heim þar sem hann að þessu. Og það þannig að Ketu sko sjónlaus, þannig að hann sér ekkert afleiðingar gerða sinna. Okay. Hann bara tengir sér framan í fólk bara einhvern veginn. Já. Leið sko ljónsmerkið, það 12. hús miðað við Ísland. Þannig að hann auðvitað þarna það er aukning á erlendum skuldum. En hann líka að reyna að tengja upp á yfirborðið að segja okkur frá erlendu skuldunum, hvenær voru tekin þessi lán, hvað að gerast með þau, og verðbólgan og hagvöxturinn og það bara sko fjármálin, það verið að velta þeim upp á yfirborðið. Og þetta náttúrulega það sem að skiptir auðvitað máli. Já. Ég lít nú þannig á, ef þú ætlar að reka ríkið, þá þarftu þetta að byrja á fjármálunum, bara alveg svo þú ert að reka heimili. Þú getur ekki gert það og veist ekkert hvað þú átt í peningaböndinni. Hárrétt, og við skuldum miklu meira heldur en fólk gerir sér grein fyrir. Já. Og það eru ótrúlega hluti sem hafa verið lagðir að veði. Já, þetta bara alveg ömurlegt hvernig allt sko, en þetta bara svona, við höfum því miður bara alls konar byrði að bera. Já. Og við sko ekki komin til botns í þessu neitt fyrir en kannski bara í lok árs. En það heilmiklar umbreytingar í gangi og þær helst tengt skólamálum. Já. Það á eitthvað eftir að mikið að ganga á þar. Við erum líka aðeins. Frýs aðeins. Já. En allt í lagi, haltu bara áfram. Já, ok. Já. Það skólamálin. Það heilmikið í gangi þar og það umbreytingar, kannski verið að skipta út einhverjum sem að tengjast skólamálunum. Já. Sem að verður mikið í fréttum. Það getur líka verið eins og einhvers konar liggur við uppljóstrari sem að kemur fram á sjónarsviði því það verið að óvæntir atburðir eiga eftir að eiga sér stað varðandi skólamál. Já. En svo líka annað það sem ég sé mjög jákvætt og það einhver íslensku listamaður. Já. Já, það eitthvað sem við getum þó minnst að kosti glaðst yfir. Heldur það sé Laufey eða? Já, hún náttúrulega þegar orðin fræg. Já. Og náttúrulega algjörlega frábær. Sammála. Já, og vonandi verður bara vegur hennar sem mestur og bestur í framtíðinni. Já. Síðan það sko
það eru fjölmiðlar. Það mun bara einhvern tíma núna síðustu vikun í febrúar Já, að það er heilmikið sem á eftir að gerast sem að eða koma upp á yfirborðið tengt fyrirtækjum, spillingu. Það getur líka verið sjávarútvegsfyrirtæki. Það er allt mögulegt sem að er að gerast þarna og það er líka heilmikið túrisminn og utanríkismálin sem að taka sinn tíma í þetta bæði hjá ríkisstjórnin og bara í okkar daglega lífi þar sem eru miklar umbreytingar. já, þjóðmálaumræðinni, já. Já, í þjóðmálaumræðinni, já. Sér það sé svona í febrúar? Já, kannski síðustu vikunni í febrúar. Já. Og en Ísland er undir áhrifum Merkúrs og byrjaði þar fyrir bara 2 árin síðan og það er oft þegar að bara þjóð fer undir áhrif frá nýrri plánetu að þá eru umbreytingar og það er auðvitað mjög gott fyrir þjóðina við sem að fara undir áhrif Merkúrs vegna þess að fólki í landinu krefst þess að komast út úr kreppunni, út úr búrinu. Og það bara hefur ekki bara verið leyft endanlega en í lok maí á þessu ári að þá fara að verða einhverjar breytingar sem að verða þá vonandi þannig að fólk geti farið að horfa fram á betri tíð. Það er náttúrulega frábært að heyra það. Þegar þjóðin er undir áhrifum Merkúrs, af því að Merkúr er náttúrulega hugsun og máltjáning, myndur segja að fólk myndi sjálft rísa upp og fara að tjá sig meira eða? Já, það bara er þannig að Merkúr situr í 9. húsi í korti Íslands. Já. Og 9. hús er markmið. Það er bara ný markmið. Já. Og jafnvel ný tækifæri. Þetta er bara ekki komið almennilega í gang. Það verður alltaf að byrja að skríða inn í það. Já, en ég held að það einhver tíman í kringum þinglok eða eitthvað að þá held ég að þeir kannski fari nú að dusta rykið af einhverjum lögum sem að gæti orðið og þarfnast þess að það verði einhverja breytingar gerðar. Spennandi. Já, það er alltaf eitthvað í gangi. Þetta er ótrúlega flott hjá þér, takk fyrir þetta. Ég hef ekki vonað að þú væri með alveg svona flottar skýringar. Þannig þetta er æðislegt. Ertu að horfa eitthvað inn í seinni hlutann á árinu? Nei, ekki mjög mikið vegna þess að mér finnst svona meira vera að gerast kannski núna fyrir hlutann. Já. Og ég hef stundum verið að skoða það að garni mínu að það er svona einhver tíman í kringum í kringum vorjafndagri að þá er maður stundum að skoða veðrið, hvernig verður veðrið yfir sumarið. Já. Og það kemur nú upp svona að það verður mjög breytilegt veðrið hjá okkur í sumar. Og stundum verður frekar kalt og hvasst á milli þess sem við fáum góða daga inn á milli, en það verður ekki svona samfella. Nei, sumarið hjá okkur, eða eins og þetta er sett upp á vedíska máta, byrjar á miðvikudegi. Já. Og miðvikudagur er tákn Merkúrs með 2 andlit. Já. Þannig að í fyrra sumar að þá byrjaði sumarið á laugardegi, sem að er dagur Satúrnusar. Og Satúrnus er loftpláneta, ef við getum orðað þannig, er oft það geta komið svona hnjúkaþeyr á sumum stöðum
Þetta fengu Austfirðir mjög gott veður, en svo annar staðar að þá Satúrnus kaldur eða vindasamur og ekkert voða skemmtilegur. En hann getur samt verið langdreginn að hluta. Að meðan Merkúr síbreytilegur alltaf að skipta þú veist ekki, sko, þú getur verið háfa að rökkja mótni og svo bara komið fint setni partinn. Já, hann skiptir skoðun svona eins og við gerum sjálf. Já, nákvæmlega. Já, alltaf oft, já. Já. Þetta mjög spennandi. Við kannski kíkjum aftur og tökum tal saman þegar líður á svona mitt árið og spáðum þá í seinni hlutan árinu. Já, við getum gert það. En þú ert að lesa líka í kort fyrir einstaklinga, það ekki? Jú, en ég hef reyndað minnka pínulítið, ég held alltaf að ég ætla að fara að gera það. En það hefur verið ansi vinsælt að fá mig í heimahús og þá ég að skoða aðra hluti, ekki persónulegt líf. Ég ekki stinga á neinu kýlum hjá fólki, allir sitta saman og ég undirbý allt heima. Og það tvennt að velja hjá mér. Annars vegar hef ég farið og verið að skoða tengingu fólks við himneska orku eða guði og gyðjur himinsins sem að segja til dæmis til bara hvað tökum við að erfum, hverjir meðfæddir hæfileikar, ætlum við að nota þá í lífinu eða einhverja aðra hæfileika sem alltaf í höfðinu á okkur. Og þannig að það segir okkur svolítið meira svona í hvað við leitum í lífinu. Einmitt. Og ansi svona skemmtilegt og það hafa flesti tengingu við 3 guði eða gyðjur. Einstaka hafa bara tengingu við 2 guði. Það líka bara í fínu lagi. 2 guðir oft betra með að koma sér saman en 3. En hvaða guði ertu að tala þarna? Þetta bara alls konar, þetta eins og Giljan Aditi sem var móðir guðana, tengist oft fólki sem að eru góðir uppalendur, góðir kennarar og leiðbeinendur á einhverjum ákveðnum sviðum. Það getur verið Tvastar sem var arkitekt himinsins og yfir tengdur fólki sem að fer út á einhverja listabrautir. Það eru guðir eins og Apas sem oft tengd dönsurum og það eru guðir eins og Vaju sem guð vindsins, tengt oft fólki sem vill bara vera í markaðsmálunum og ferð og flugi, túrisma og svona. Þannig að fólk ýmislegt út úr þessu með guði og gyðjur. Já, dásamlega. Þetta mjög spennandi, greinilega, Og svo hitt sem að ég get boðið upp á og það tengingi við náttúruna eða dýr jarðar og það nú oft mjög spaugilegt. Því að það svona sama þar að flestir eru með 3 dýr. Og það svona ósjálfráða dýrið sem bara býr í okkur og við höfum voða lítil afskipti af. Þetta svona dýri sem að störfum þegar við erum að slaka á meðan við sofum og svona. Það stjórnar okkur mest að meðan við erum krakkar áður en að við förum að vera með fastmótaðar hugmyndir sjálf. Svona undirvitundarlegt. Já. Þá tekur sjálfráða dýri við og það getur verið einhvern veginn allt öðruvísi. Það tengt við erum tengt því við venjubundnu störfin okkar og þegar við erum að stunda svona persónulega áhugamál og svona. En svo þriðja dýrið sem mjög spennandi, það svona sýndardýr. Það nefnilega dýri sem við notum þegar við erum að fara á mannamót. En það ekki, þegar við sitjum byrjum. Já, nákvæmlega. Og það til dæmis eins og að fara á stefnumót. Það fólk með sýndardýri sitt og það 2 einstaklingar að hittast þarna og bæði með sýndardýrið sem getur verið dýr sem kemur voða vel saman en
það getur verið til dæmis annað á hest sem sýndardýr og hitt kind. Þeim kemur vel saman, þau býta gras í sama haganum. Já. En svo fara þau á fleiri stefnumót og fara kannski að sýna sko sjálfráðadýri sitt. Já. Og þá komast þau að því að þau eru kannski köttur og rotta. Og þá versnar nú í því, sko. Já. Þannig að það er dálítið oft sniðugt, sko, að sjá hvaða dýr tengjast manni. En þegar þú reiknar út dýrin, út frá hverju reiknar það? Ég reikna það, ég skoða það út úr kortinu hjá fólki. Þannig ég þarf allar sömu upplýsingarnar til að fara í þetta og þetta er oft ansi sniðugt. Þetta eru fleiri dýr heldur en bara í dýrahringnum. Það er að vísu þarna naut er í þessu og ljón. Það eru miklu fleiri dýr. Það er api og það er fíll og það er buffalo og þú veist. Og þú getur verið með snák eða marðardýr og þú veist. Það eru miklu fleiri dýr. Já, sem að þau reikna inn. En þetta er ekkert eins og tengt, sko, nú erum við á þessu ári erum við að fara inn í ár hestsins samkvæmt kínverskri stjörnuspeki og fæðist á einhverju ákveðnu ári og er þá eitthvað ákveðið út frá því. Þannig þetta er rauninni bara mismunandi leiðir til að skoða heiminn sem við erum í. Já. Og ég, og það fá allir þegar ég fyrir í heimahús, þá er ég búin að vinna þetta fyrirfram. Þannig að fólk það fær sko lesningu og svona, ég veit ekki hvort ég get sýnt þér, ég á nú hérna sko eins og bara það fær það svona mynd, svona buffalo sko og svo lesningu. Ég skil. Þannig að það fá allir sín blöð, þannig að fólk þá er ég búin að vinna þetta bara heima og ég er búin að setja þetta líka allt saman upp á ensku. Af því að það er bara orðið svo mikið það að ein vinkonan eða vinurinn er ekki kannski með íslensku alveg á hreinu en skilur betur ensku. Já, þetta er ótrúlega mikil vinna á baku þetta hjá þér. Já, ég bara, maður er náttúrulega komin á þann aldur og maður er hættur að vera í fullri vinnu sem að ég náttúrulega var alltaf í fullri vinnu og líka í stjörnuspekinni og líka að skrifa bók um stjörnuspeki. Þannig að hérna, þessi og ég kláraði hann. Já, en þá nokkur eintök. Hún kom út hjá mér 2009. Það vildi enginn gefa þessa bók út fyrir mig þegar ég var 2009. Það var allir að halda að sér höndum eftir hrunið. Þannig að ég enda með því ég bara lét prentana og gaf þetta út sjálf og lét ekki gera það mikið af þessu, en ég á ennþá einhver eintök af þessari bók. Þetta er svona kennslubók fyrir fólk sem vill byrja að læra vedrísku stjörnuspekina. Það er bara mjög spennandi þegar fólk fer að kynna sér það. Þetta er eins og með vestræna stjörnuspeki, það er bara þegar kynna sér það og ég er búin að vera að lesa fyrir nokkru upp á síðkasti út af því það er allir svolítið spenntir að vita hvernig eru afstöður þess árs að hafa áhrif inn á þeirra kort af því að fæðingakortið er náttúrulega þar aðalmálið. Og svo þetta er bara í rauninni hjálpar okkur að skilja betur hvað er að gerast. Já. Og fyrir fólk eins og Íslendinga, það er náttúrulega mjög mikið af Íslendingum eru rísandi krabbar eða rísandi ljón. Að þegar að Ketu er inn í ljónsmerkinu sem er til dæmis annað hús á mörgum, Ketu er pínulítið eins og að klippa á. Að þetta er náttúrulega bara ákveðin hópur af fólki er að draga saman í útgjöldum og hefur bara minna á milli handana. En Ketu til dæmis eins og fyrir fólk sem er rísandi krabbar og með Ketuinn í öðru húsi, að það er oft mjög beinskeytt. Ketu er ekkert að fegra hlutina.
ef að Ketu blindur að þá náttúrulega bara skiptir Já, nei, hann bara Já, lætur fólk hafa það bara óþvegið. já. En ég man eftir þegar ég kom til þín að þú talaðir að Ketu og Rahu væru svona erfið staða í kortinu mínu. En það Já, mörg ár síðan, sko. já. Og þeir, það erfiðasta staðan fyrir Rahu og Ketu annað og 8. hús. Já, En það oft, sko, ég get alveg ímyndað mér að þú væri með það þannig, já, að þá oft, sko, vegna þess að annað hús fjölskyldan manns, já, heimilið þar sem að maður að alast upp, og ef að það erfiðleikar þar, þá kemur styrkurinn frá 8. húsi sem að spiritual hús. já. Þannig að það sko, það alltaf beggja vegna á vogaskálunum. Já. En svo veist, það engin pláneta alvond, hún líka alltaf með eitthvað jákvætt. Já, það sko, við getum alltaf sagt að séu jákvæður og neikvæðar birtingar á orkunni sem fylgir hverju plánetu fyrir sig. Já. Svo mér finnst það vera svolítið mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því, þannig að það er aldrei neitt algott eða aldrei neitt alvond, og þegar fólk segir við mig, þetta mjög slæmt? Að þá náttúrulega verði ég að segja, nei, þetta ekki mjög slæmt, þetta bara orka sem þú þarft að gera þig grein fyrir að geti birst svona eða svona. Já. Og svo þarft að vinna með hann út frá því. Já, ég hef nú stundum bara líka sagt, sko, erfiðleikar, við ættum nú bara eiginlega að fagna þeim, því vegna þess að það einmitt erfiðleikarnir sem að þroska okkur. Heldur betur. Ef við myndum aldrei gangi gegnum eina erfiðleika, hvar væri við þá? Ég fór ekki svona að hugsa það. Nei. Þá bara myndi maður voða lítið vita lífið svona almennt og heiminn. Já. Þú veist, það ekki hægt að lifa bara innpakkaður í bómull allt lífið. Ég alveg á því, sko, eitt það erfiðasta sem ég gekk í gegnum í lífinu, eða hef gengið í gegnum í lífinu, það að missa manni minn, en það var líka mesta þroskastigið sem ég tók og kippurinn eftir það. Já. Af því að það var algjör breyting á öllu. Já. Þú veist, þannig að það mesti þroskinn sem ég farið í gegnum. Svo ég verð að segja já og nei, það var sárt, en á móti hef ég lært mjög margt, aðalega náttúrulega sjálfa mig, en þetta bara ferli lífsins. Já. Það nú bara þannig, sko. Ef fólk vil hafa samband við þig, get ég sett upplýsingar net? Já, setti netfangið mitt inn, endilega senda mér bara mail á astaola@simnet.is, þú með mailið. Já. Því að ég nú bara rétt ófarin úr landi núna í 2 vikur. Já. En svo ég lausa tíma í febrúar og allavega eitthvað fram í seinni hluta mars. Svo nú ekki þannig að pæla þetta mikið meira. Nei, en það bara fínt út eins og aðrir Íslendingar að hverfa af landi brott í sól og betra veður, væntanlega. Já, reyndar kannski ekki svo mikla sól. Ég ætla að heimsækja vinkonu mína sem að býr á veturnar á Spáni og búin að gera það í mörg ár og hér heima á sumrin. Og búin að vera að tala við mig hvort ég vil ekki koma, og það þetta oft gestagangur hjá henni. Svo ég sagði við hann, ekki bara best ég komi í janúar, þá enginn að heimsækja þig. Ok, já, því það ekki svo heitt eða lít eða eitthvað. Nei, það frekar kalt, sá hún, en það skiptir nú engu máli. Maður fyrir bara til að slaka á og spjalla saman. Breytum umhverfi. Já. Já, það yndislegt. En takk kærlega fyrir komuna, það bara búið að vera mjög gaman að spjalla við þig, og ég stefni á að hafa samband við þig aftur cirka mitt ár, svo við getum kíkt á seinni hluta ársins, því ég held að hann líka áhugaverður. Já. Og ég held að við sperrum eyrinn og fylgjumst með því sem að gerast, því að Merkúr náttúrulega líka að meta svolítið það gamla. Já. Og sjá af hverju getum við lært og hvernig getum við hlutina öðruvísi og koma inn með nýjar hugsanir og nýjar aðferðir og leiðir, svo ég held að það verði mjög áhugavert á þessu ári, sko. Já, Merkúr líka pláneta menningar, og ég held að það fari kannski að taka við sér hérna á landinu að
okkar menning skipti máli. Heldur betur. Já, Takk hérlega fyrir þessu. takk sömuleiðis.